Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn sem við tökum upp að þessu sinni hérna í pakkhúsinu í Innbænum, sem orðin eins konar venja hjá okkur. Við ætlum að fjalla ýmislegt í þættinum í dag. Við ætlum meðal annars að tala Local Food Festival sem fer fram hérna á Akureyri, hefur staðið yfir hérna síðustu daga, en verður eiginlega stærsta hátíðin á morgun laugardag í íþróttahöllinni á Akureyri, en þetta er hátíð sem áður gekk undir nafninu Maturinn. Við ætlum líka að bregða okkur aðeins niður í Hof, en þar er það hljómsveitin Dimma sem tekur öll völd ásamt sinfóníuhljómsveit Norðurlands og ég veit að það stendur mikið til. Ef ég las rétt á Facebook þá held ég að sé uppselt á 3 tónleika hjá þeim helgina. Við ætlum líka að fara niður í Hof, en þar er verið að taka upp tónlist fyrir teiknimynd sem framleidd er í Dubai. Þetta er alveg ótrúlegt að það sé hægt að heimurinn er orðinn lítill. En svo ætlum við líka að fá hér félaga úr Bárðardalnum sem er að fara að halda tónleika og kannski taka lagið fyrir okkur. Við ætlum að byrja á Local Food Festival. Verið velkomnir, herramenn. Takk fyrir. Takk fyrir. Ef við byrjum aðeins á því, bara hvað er Local Food Festival? Eins og þú nefndir, þá er Local Food Festival í rauninni afsprengi af Maturinn, sýninguna sem var hérna. Þetta er í rauninni sýning sem að fagnar þeirri uppskeru sem er í matarframleiðslu og matarmenningu á svæðinu á þessum tíma árs. Og það sem er í rauninni búið að breytast frá því að þessi sýning hérna Maturinn er að það er bæði búið að færa út kvíarnar. Þetta er orðin sýning sem að næri yfir allt Norðurland. Þetta er hátíð, 6 daga hátíð og hún er líka opin í rauninni fyrir erlenda gesti. Hún er kynnt á erlendum markaði og við sem sagt fáum til okkar erlenda gesti sem að taka þátt í keppnum og öðru slíku á sem sagt hápunktunum sjálfum sem er sýningin á morgun í höllinni. Segðu mér aðeins frá sýningunni í höllinni. Hverjir taka þarna þátt og hvað er að vera og fyrir hverja og svo framvegis? Þetta er náttúrulega bara fyrir alla. Þetta er bæði fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Þarna eru fjölmargir að koma sínu að, bæði framleiðendur og veitingamenn, veitingastaðir meðal annars og jafnvel einhverju sem er í heimagerð að einhverju leyti, eða viðurkenndri heimagerð á matvælum. Og svo er líka semst verið að fræða fólk svolítið. Það eru 2 fyrirlestrar, báðir á ensku, eins og gefur til kynna með nafni hátíðarinnar, þá er þetta svona svolítið erlendur bragur á henni. Svo eru náttúrulega keppnir eins og hafa verið á Maturinn áður, bæði keppnir í kokteilgerð og það sem kemur inn núna er mystery box, það er svolítið skemmtilegt. Þá erum við bæði semst með kokka og yfir matreiðslumeistara sem að taka þátt í því ásamt svona main viðburði, svo við köllum, eða aðal viðburði. Og þar erum við að fara að sjá landsliðsmann sem að starfar á Strikinu, sem heitir Garðar, keppa við Steven Edwards, sem er sigurvegari Masterchef Professionals seríu 6 í Bretlandi. Ég held að hann sé einn af þeim yngstu til að sigra þá keppni. Hann ætlar semst að koma hérna og keppa við Garðar á Íslandi í svona einvígi, svolítið svona Bretlanda móti Íslandi, en samt svona meira upp á gamanið, en það verður svolítið gaman að sjá svona þessa 2 flottu kokka í kappi á morgun. Og við fáum hann hérna kannski í settið bara á eftir þennan Masterchef ef að flugið er okkur hliðhollt. Flugið lendir alltaf einhvern tímann, það hlýtur að vera. Já, við verðum hérna. En þið á fabrikunni eru hamborgarafabrikunni, eru einn af þeim sem eru að taka þátt í hátíðinni. Til að byrja með, hvers vegna ákveður hamborgarafabrikunni að taka þátt í svona hátíð? Getur náttúrulega eiginlega ekki mist af þessu. Þetta er það stórt og gaman að taka þátt í þessu. Við vildum vera með og vildum gera eitthvað svona aðeins öðru sig og ákveðum að vera með 3 stórborgara sem við ætlum að grilla á sýningunni og þeir hjá Norðlenska hafa verið að gera þetta bara með höndunum. Já. Móta hamborgara með höndunum, þetta er 4 kíló. Stórborgari er sem sagt 4 kíló borgari. Já. Sem við munum grilla þarna byrjum klukkan 2, svo aftur klukkan 3, aftur klukkan 4, þessa 3. Og hann verður í þessu bríóksbrauði sem við vorum að byrja með. Já. Risabrauði líka sem að Millan rettaði okkur. Þannig að þetta verður mjög spennandi. En þarf ekki svolítið undirbúning til þess að framleiða stórborgara? Jú, þetta er búin að taka smá tíma og við erum búin að prófa þetta. En þetta aðalatriðið er á morgun. Ok, og hvernig undirbýr maður sig fyrir að framleiða stórborgara? Þannig að hráefnið þarf að vera gott. Við þurfum bara að vita hvernig við ætlum að grilla hann, svo það eru nú svona hæfi fyrir alla. Já, þetta er hægt að borða. Já, þannig að við skerum hann niður svo eftir að það er búið og bjóðum fólki að smakka. Ásamt í að vera með smáborgara líka. Nákvæmlega. En þegar þið talað
mat og matamenningu á Íslandi, jafnvel í tengslum ferðaþjónustu, þau eru nú meðan Halldór með okkur sem að tengist ferðaþjónustunni, þá hugsaum við oftast eða ég geri það allavega, kannski ómeðvitað, að það eru þessir veitingastæðir sem eru að gera annarkvort eitthvað ofboðslega þjóðlegt, sérstakt eða jafnvel þessi dýru, vönduðu veitingahús sem maður hugsa svona ósjálfrátt í þessu samhengi, en auðvitað er það náttúrulega, maður sér til dæmis skilti hjá ykkur stendur nice to meet you með mítinu í tengslu við kjöt. Þið eruð alveg í rauninni ferðaþjónustu fyrir erlenda aðila líka, eða hvað? Já, alveg klárlega. Við erum kannski ekki beint með þetta rosa fína, en hamborgarinn er oft talið að vera besti hamborgarinn sem það smakka þegar þið koma til okkar. En því aðalatriðið er maður þekkja bara sjálfur maður fyrir til útlanda, maður er ekki bara að borða á 5 stjörnu veitingahúsum alla daga. Maður vill líka bara stundum borgara, Nákvæmlega. En það er þetta eiginlega fullkomin máltíð með prótein, fitu og kolvetni, Nú er þetta búið að breytast í auglýsingahús. En það sem ég átti við kannski er að tengist á þínum mati matarmenningu eða veitingahúsi bransinn íslenskri ferðaþjónustu. Það er kannski þá helst sem að kynna lamborgaran sem er kannski ekki algengt úti. En þetta tengist náttúrulega allt saman, maturinn og þá hvað þau gera líka. Hvernig upplifun er það hjá þér og ykkur sem eru að fókusa svolítið á ferðaþjónustuna? Er maturinn mikilvægur hluti af íslenskri ferðaþjónustu? Já, matarmenning er mjög mikilvæg. Við sjáum það sérstaklega þegar við erum að fá erlenda blaðamenn til dæmis á svæðið að þeir vilja alltaf fá eitthvað gott að borða og það er ekkert endilega bara að fara á 5 stjörnu veitingahús. Þeir vilja bara fá að smakka lokal matinn og lokal afurðir og það stendur alltaf upp úr hverjum einum og einasta hversu góður maturinn er, hversu ferskur hann er. Og ég hef til dæmis farið með fólk út að borða og það hefur borðað hjá Garðari og farið á fína veitingastæði eins og Röbb og Múlaberg og fleira og svo kannski einu hátíðin og þá fer maður á fabrikuna og smakkar hamborgara, til dæmis lambaborgara með bernes eða eitthvað svona sem maður myndi kannski panta sér sjálfur og það stendur alltaf upp úr þetta ferskar hráefni og það er svolítið þess að við erum að fagna og koma betur á framfæri. Okkur finnst það kannski svolítið sjálfsagt að fá bara gott nautakjöt og lambakjöt og ferskan fisk en þetta er bara mikil upplifun fyrir alla sem að koma hérna nánast. Er þetta styrkleiki á svæðum eins og á Norðurlandi? Tvímælalaust, þess vegna erum við að draga þetta fram. Þetta er mikill styrkleiki á öllu svæðinu. Heldur að fólk sem er í veitingahúsabransanum átti sig vel á því að þeir séu hluti af íslenskri ferðaþjónustu? Já, að mörgu leyti og það leynir sér ekkert það sem að ferðamaðurinn byrjaði að koma er sem mestur, til dæmis í Reykjavík. Við sjáum bara hvað það er orðið mikilvægur hluti af ferðalaginu að fara á góðan stað og ákveðnir staðir eru farnir að vaxa bara með þessum kjarna. Bara eins og við sjáum hérna líka að ferðamenn að sækja okkur heim og þeir vilja smakka matinn okkar. Þeir hafa heyrt fiskinn og svo náttúrulega þurfa þeir að borða oftar en einu svona og fara svona svolítið í rannsóknarvinnu og skoða þetta og þá kem ég nú bara aftur að því að þjónustæði líka batna í rauninni. Kokkarnir eru farnir að eins og segir elda svolítið þjóðlegri rétti þannig að það komir meiri saga á bakvið þetta. Þar kemur svolítið menningin inn líka, hvernig þetta er borið fram og hvernig er sagt frá Þannig að veitingastæðirnir eru alltaf rosalega mikilvægir. Ég meina, og sérðu bara fabrikunum, hvað heita hamborgararnir. Það er alltaf saga á bak við það. Það er ekkert mikið meira, það er ekki til þjóðlegri skyndibitastaður eldur en fabrikan held ég. Ég hef nú oft labbað þarna inn og orðið vitni af því að Íslendingur hefur fæðst. Ekki á staðnum, en þú veist að það hefur verið látið vita. Fer það ekki að fara að koma bara að live streama hjá okkur, þessar fæðingar allar saman? Við getum alltaf bara konan er sett inn á ábyrg, ég kannski bara haft þetta á fabrikinu. Hvernig væri það? Þú ætlar að mæta? Já, að sjálfsögðu. Ég missi ekki á svona tækifæri. Nei. En það verða fjölmargir aðilar á svæðinu, framleiðendur og hvenær byrjar þetta og hvenær lokar? Heyrðu, sýningin á morgun, hún byrjar klukkan 12 og stendur til klukkan 6 og það er hægt að sjá alla dagskrárna á localfood.is og það eru viðburðirnir og það er tímasettir yfir daginn. En ég hvet fólk bara jafnvel til þess að koma tvisvar. Það er frítt inn, það er mikið að gera, þú getur bæði smakkað og upplifað alveg helling þarna og lært mikið. Þannig ég hvet alla til þess að líta á þessa dagskrá og það finna allir eitthvað við sitt hæfi og bara ekki láta þetta fram í þar fara. Nákvæmlega. Takk fyrir komuna, herramenn, og við höldum áfram hérna í föstudagsþættinum eftir augnablik.